Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins hefur samþykkt sérstaka atvinnustefnu fyrir landið sem sögð þú fyrsta hér á landi. Látum þá staðhæfingu liggja á milli hluta að sinni en markið hins vegar sett hátt og stóru orðin eru ekki spöruð frekar en fyrirdaginn til að lýsa stefnunni. Ætlunin að leggja grunn að nýju hagvaxtarskeiði til ársins 2035 eins og þar segir og síðan segir orðrétt. Með nýju atvinnustefnunni vinnum við að kröftugum hagvexti sem knúin af fjölbreyttari útflutningi og aukinni framleiðni. Áfram byggjum við á nýsköpun og nýtingu auðlinda í allra þágu leið og við lítum til samfélagslegra markmiða uppbyggingu land allt, aukið áfallaþol og minni losun gróðurhúsa lofttegunda. Tilvitnun lýkur. Með atvinnustefnunni ætlar ríkisstjórnin með embættismönnum að vísa veginn að settu markmiði. Atvinnustefna Íslands sögð vera vaxtarplan til 10 ára sem lýsi því hvernig stjórnvöld vinna með atvinnulífinu og samfélaginu að aukinni verðmæta sköpun. Markviss atvinnustefna gerir ríkisstjórninni kleift að samhæfa aðgerðir stjórnvalda gagnvart atvinnulífi og veiti fyrirsjáanleika til fjárfestinga. Og til að hrinda stefnu áherslum í framkvæmd verða skilgreindar tímasettar aðgerðir til 2 ára í senn og á að birta þær í sérstökum aðgerðaráætlunum og fyrsta aðgerðaráætlunin sem tekur til þessa og næsta árs hefur þegar verið birt. Þá segir orðrétt. Unni verður að eftirfylgni atvinnustefnunnar og aðgerða hennar þvert á stjórnarráðið undir forystu forsætisráðuneytisins. Því til viðbótar hefur sjálfstætt atvinnustefnuráð 5 sérfræðinga verið skipað. Sjálfstætt atvinnustefnuráð 5 sérfræðinga verið skipað. Ráðið veitir ríkisstjórninni ráðgjöf mótun og innleiðingu atvinnustefnunnar og fylgist með framvindu markmið og mælikvarða hennar. Stefnan og aðgerðirnar eru hins vegar á ábyrgð stjórnvalda. Svo mörg voru þau orð. Hugmyndin að stjórnvöld móti markvissa atvinnustefnu fyrir heilt hagkerfi og hafi forsjá með framkvæmd hennar ekki ný á nálinni. Hún birtist raunar reglulega í mismunandi búningum en alltaf með fallegum orðum samstillt átak, stefnumótun til framtíðar eða markvissa uppbyggingu og hagvöxt. En undir yfirborðinu býr gömul hugsun sem verður oft að þráhyggju stjórnmálamanna. Að hið opinbera geti með yfirsýn, skipulagi og stundum valdboði gert betur en dreifð ákvarðanataka einstaklinga og fyrirtækja. Frá tímum Adam Smiths hefur verið bent á að hagkerfi virka ekki eins og vél sem hægt að stilla af og miðstýra. Í auðlegð þjóðana lagði Smith áherslu á að verðmyndun og verkaskipting sé afleiðing ótal ákvarðana einstaklinga sem bregðast við hvötum, upplýsingum og aðstæðum sem engin einn aðili hefur heildar yfirsýn yfir. Ósýnilega höndin ekki dulúðleg hugmynd, heldur lýsing á því hvernig samspil markaðar leiðir til niðurstöðu sem engin skipulagði reynist skilvirk. Þegar stjórnvöld reyna að skipuleggja atvinnustefnu ganga þau út frá því að þau hafi betri upplýsingar en markaðurinn sjálfur. Sú forsenda kolröng. Það hefur sagan kennt okkur. Í einni áhrifamestu bók frjálshyggjunnar, Leiðin til ánauðar, varaði Friedrich Hayek við því að jafnvel velmeinandi ríkisafskipti leiði hægt og bítandi til alræðis. Hayek lagði áherslu á mikilvægi almennara laga og regluvers sem ekki eru hönnuð fyrir tiltekna hópa eða sérhagsmuni.
Dreifing þekkingar sé aðeins möguleg í gegnum frjálsan markað og verðmyndun. Í klassískri ritgerð sinni Hagnýting þekkingar í samfélagi setti Hayek fram greiningu á því hvernig upplýsingar og þekking dreifast innan samfélagsins og hvers vegna miðstýring getur aldrei komið í stað markaðskerfis. Verkaskipting og dreifing valds og upplýsinga sé nauðsynleg forsenda skynsamlegs og virks efnahagskerfis. Hayek benti á að upplýsingar í samfélaginu séu alltaf dreifðar, engin einstaklingur eða stofnun búi yfir allri þeirri þekkingu sem þarf til að taka réttar ákvarðanir í efnahagsmálum. Þekking sem hver og einn býr yfir er takmörkuð, brotakennd og jafnvel mótsagnakennd, en samanlagt er þessi dreifða þekking undirstaða skynsamlegra ákvarðana í gegnum frjálst samspil markaðarins. Markaðurinn er upplýsingaveita. Verð á vöru og þjónustu er ekki bara tala heldur uppspretta upplýsingum skort, eftirspurn og framboð án þess að nokkur hafi heildar yfirsýn. Verðmyndunarkerfið gerir einstaklingum kleift að bregðast við breytingum með því að nýta þekkingu á staðháttum, framleiðslugetu og þörfum neytenda. Í þessu ljósi eru miðstýrður áætlanabúskapur og ríkisafskipti dæmd til að mistakast, ekki af illvilja, heldur vegna þess að þau geta einfaldlega ekki aflað eða unnið úr öllum þeim upplýsingum sem þarf til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Embættismaður sem reynir að skipuleggja og stjórna framleiðslu og dreifingu í hagkerfi hefur ekki aðgang á sömu ítarlegu og margbreytilegu upplýsingum og markaðurinn sem heild. Hayek varaði við hættunni sem fylgir því þegar vald og ákvarðanataka eru of miðstýr. Því meiri völd sem færast til miðlægra stjórnvalda, því meiri líkur eru á mistökum. Í frjálsu markaðskerfi getur hver og einn brugðist við aðstæðum á sínum stað og á eigin forsendum. Þeir þurfa ekki að vita allt. Það er nægjanlegt að þeir fái merki, það er verð sem gefur til kynna hvernig best sé að haga viðskiptum. Þannig verður valdið dreift en leið samræmt án þess að miðstýring komi til. Hayek undirstrikaði að verðmyndun og markaðurinn séu órjúfanleg frá frelsinu sjálfu. Til þess að einstaklingar geti verið frjálsir þarf ákvarðanatakan að vera dreifð og byggð á staðbundinni þekkingu og aðstæðum hvers og eins. Ef miðlægt vald reynir að stýra öllu glatast ekki aðeins frelsið, heldur einnig frumkvæði og aðlögunarhæfni samfélagsins. Þótt ríkisvaldi gegni mikilvægu hlutverki í að tryggja réttarreglu og grundvallar þjónustu, á þá ekki að skipta sér á daglegum ákvörðunum einstaklinga. Slíkt felur í sér vanmat á því hver flókin og dreifð þekking í samfélaginu er. Og er yfirlýsing vantraust á getu einstaklingsins til að taka sjálfstæðar og skynsamar ákvarðanir. Í hnotskurn: vandinn við að koma á skynsamlegu efnahagskerfi er fólgin í því að þekkingin sem þarf að nýta er aldrei til staðar á einum stað eða í einni heild, heldur sem þúsundir upplýsingabrota. Þekkingin er ófullkomin og oft mótsagnakend og enginn einn hefur yfirsýn yfir hana. Milton Friedman benti á að þegar að stjórnvöld taka að sér að velja réttar atvinnugreinar, réttarinn að gæsalappa, eða fyrirtæki, skapist hvatar sem hafa lítið með skilvirkni að gera. Pólitískir hvatar taka við af efnahagslegum, ákvarðanir ráðast af þrýstihópum, pólitík og skammtímahugsun. Það sem er kynnt sem stefna fyrir þjóðina verður í reynd stefna fyrir þá sem hafa mest áhrif innan kerfisins. Þannig verður atvinnustefna að verkfæri fyrir sérhagsmuni fremur en almenna velferð. Thomas Sowell hefur sýnt fram á að hugmyndin að stjórnvöld geti hannað efnahagslega niðurstöðu sé byggð á misskilningi á því hvernig hvatar virka.
Þegar opinber stefna tryggir ákveðnum greinum stuðning eða vernd, minnkar hvatinn fyrir nýsköpun og skilvirkni. Fyrirtæki læra að lifa af innan kerfisins fremur en að keppa á markaði. Þetta leiðir til stöðnunar, jafnvel þótt markmiðið hafi verið hið gagnstæða. Reynslan sýnir ítrekað að meiri líkur en minni eru á því að opinber atvinnustefna leiðir til rangrar forgangsröðunar. Stjórnvöld hafa tilhneigingu til að styðja við það sem sýnilegt og mælanlegt til skamstíma og eða talið skila pólitískum ávinningi, en síður á það sem byggir upp raunverulegan vöxt til lengri tíma. Fjárfestingar sem pólitískt vinsælar fá forgang, jafnvel þótt arðsemi þeirra sé lítil eða jafnvel engin. Á sama tíma verða frumkvöðlar og ný fyrirtæki að starfa við óvissu og jafnvel hindranir sem stafa regluverki sem mótað með aðra hagsmuni í huga. Og eftir stendur ein mikilvæg spurning. Hver ber ábyrgðina þegar opinber atvinnustefna mistekst eða skilar ekki því sem að var stefnt? Á frjálsum markaði tap merki að auðlindir hafi verið notaðar á óskilvirkan hátt. Fyrirtæki sem taka rangar ákvarðanir hverfa af markaði. En þegar stjórnvöld gera mistök engin samskonar hreinsun. Verkefni halda áfram, fjármagn dælt í þau og engin ber ábyrgð. Þetta skapar siðferðilega hættu þar sem áhættan í raun félagssveit, það að segja sett yfir á almenning, en ávinningurinn einkavæddur. Þetta ekki aðeins efnahagslegt vandamál heldur líka lýðræðislegt. Þegar stjórnvöld taka að sér að móta atvinnustefnu sem á að vera samstillt, felur það í sér aukið vald. Ákvarðanir hvaða greinar eigi að vaxa, hvaða fyrirtæki fái stuðning og hvaða verkefni njóti forgangs færast frá markaðanum til stjórnsýslunar. Þetta eykur hættuna á geðþótta ákvörðunum og dregur úr gagnsæi. Valdið færist frá neytendum og fjárfestum til embættismanna og stjórnmálamanna. Það mikilvægt að gera greinamun á því að skapa skilyrði og að stýra niðurstöðunum. Ríkið hefur mikilvægu hlutverk að gegna í að tryggja stöðugt regluumhverfi, vernd eignarréttar, virka samkeppni og trausta innviði. En það allt annað en að ákveða fyrirfram hvernig atvinnulífið eigi að þróast. Þegar stjórnvöld fara yfir þau mörk og taka að sér að leiða þróunina, veikja þau einmitt þá krafta sem skapa vöxt og nýsköpun. Hugmyndin samstillta atvinnustefnu byggir á trú á skipulagi og miðstjórn. Hún gengur út frá því að hægt sé að hanna framtíðina með áætlunum og samræmingu. En hagkerfi ekki eins og skipulagður her, heldur lifandi kerfi sem þróast í gegnum samspil ótalar þátta. Það sem lítur út fyrir að skipulagsleysi í raun sveigjanleiki. Það sem virðist vera skortur á stefnu í raun frelsi til að prófa, mistakast og læra. Í þessum skilningi gagnrýni Smiths, Hayeks, Friedmans og Sól ekki aðeins fræðileg heldur hagnýtt. Hún minnir á að auðlindir best nýttar þar sem hvatar, upplýsingur og ábyrgð fara saman. Þegar þessi þrjú atriði aðskilin eins og gerist í opinberri atvinnustefnu verður niðurstaðan ekki bara lakari heldur að öllu líkindum þjóðfélaginu til ama. Það freistandi fyrir stjórnvöld að sýna frumkvæði með því að setja fram stórar áætlanir framtíð atvinnulífsins. Slíkar áætlanir gefa til kynna skilning, forystu og skýra framtíðarsýn. En raunveruleg forysta felst ekki í því að stýra markaðnum heldur í því að treysta honum. Hún felst í að skapa umhverfi þar sem einstaklingur og fyrirtæki geta tekið ákvarðanir, borið ábyrgð og notið ávinnings af árangri sínum.
Þegar öllu á botninn hvolft, snýst þetta ekki hvort stjórnvöld eigi að hafa stefnu, heldur hvers konar stefnu. Stefna sem byggir á miðstýringu og samræmingu leiðir til stöðnunar og rangra ákvarðana. Stefna sem byggir á frelsi, samkeppni og ábyrgð skapar forsendur fyrir vexti. Munurinn á þessu tvennu ekki tæknilegur, heldur hugmyndafræðilegur. Og sagan bendir eindregið til þess hvor leiðin skilar betri árangri. Það verður ekki deilt að góður ásetningur liggur á baki hugmyndinni að móta og opinbera atvinnustefnu fyrir Ísland allt til ársins 2035. En góður ásetningur tryggir ekki að árangur náist. Enginn stjórnmálamaður, hvað þá embættismaður, hefur hæfileika, nauðsynlega þekkingu eða yfirsýn til að skynja tækifæri framtíðarinnar og enginn einstaklingur getur með réttu séð fyrir hvernig einstaklingar bregðast við aðstæðum á hverjum tíma. Engin atvinnustefna hefði náð að teikna upp framtíð þar sem Keresis yrði til og Marel varð ekki til á teikniborðum embættismanna og Össur HF var ekki hluti af opinberri atvinnustefnu, ekki frekar en Menika. Sidekick Health hefur náð ótrúlegum árangri þrátt fyrir ægivald ríkisins á heilbrigðiskerfinu og hindrunum sem kerfið hefur lagt í götu þess fyrirtækis. Heilbrigðiskerfið, embættismennirnir, hefðu aldrei lagt grunn að slíku fyrirtæki. Þvert á móti. Hugmyndina baki opinberri atvinnustefnu á rætur í sama jarðvegi og trú margra á nauðsyn þess að ríkið taki að sér að sinna hlutverki barnfóstrunar. Almenningur talinn fávís og því þurfi að hafa vit fyrir honum og verja gagnvart sjálfum sér. Auðvitað þetta aldrei sagt upp á, en það þó grunnstefið í hugmyndafræði stjórnlyndra manna sem telja nauðsynlegt að ríkið sé alltumlykjandi og fylgist með. Án barnfóstur ríkisins sé hætta á að einstaklingar fari sér að voða eða valdi samfjörðamönnum sínum skaða. Og ekkert mannlegt barnfóstrinni óviðkomandi og vandamál eru hennar sérgrein. Í stað þess að stuðla að virkri samkeppni og verja hag neytenda dregið úr framtakssemi með íþyngjandi reglum og eftirliti. Framtaksmaðurinn sendur milli Pílatusar og Heródesar til að afla sér tilskilinna leyfa fyrir atvinnurekstri. Báknið hefur samfærst að það skuli vera vandasamar og erfiðara verk að uppfylla kröfur hins opinbera en að sinna þörfum og óskum væntanlegra viðskiptavina. Og margir gefast eðlilega upp. Það eru gömul sannindi og nýja framtaksmaðurinn hefur og verður alltaf drifkraftur framfara og bættara lífskreiðara. Hann kemur auga á tækifærin, býður nýja vöru og þjónustu, skapar ný störf og eykur þannig lífsgæði samferðamanna sinna. Framtaksmaðurinn ógnar hinum stóru með nýrri hugsun og nýjum aðferðum. Hann aflvaki framfara og breytinga. En það engu líkara en að báknið sé með einbeittan vilja til að koma böndum á slíka menn, í stað þess að ýta undir sjálfstæðan atvinnurekstur komið upp hindrunum í formi hárra skatta og opinbers eftirlits með tilheyrandi gjöldum. Og þar hefur núverandi vinstri stjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins sett algjörlega ný viðmið. Allt þetta því öfugsnúið. Eftirlitsbáknið lifir fyrir sjálft sig í stað þess að sjá til þess að einföldu reglum sé fylgt, samkeppni sé virk og hagur neytenda og launafólks tryggður. Þannig endaskipti höfð á hlutunum líkt og í dæguð þrasið stjórnmálana þar sem þeir dugmestir við að kenna sig við frjálslyndi helstu talsmenn báknsins og eftirlitsins. Sá sem efast eftirlitskerfið hins vegar sagður ganga erinda auðvalds og stórfyrirtækja sem þó nýtur verndar flókins regluvers og umsvifamikils eftirlitsbáks.
Efasemdamaðurinn vill brjóta upp kerfið en til varnar bákninu eru hinnir frjálslyndu og víðsýnu umbótamenn. En kerfið verður ekki brotið niður með opinberri atvinnustefnu sem 5 manna atvinnuráð fylgist með. Það þess vegna sem við verðum að efast gildi þess og ágæti að stjórnvöld taki að sér að móta opinbera atvinnustefnu til ársins 2035. Ég þakka þeim sem hlýddu í góðar stundir.